Hvernig ekki hægt að vera komið leið á þessu lagi? Ég dyrka það ennþá jafn mikið þegar ég heyra það í dag. Kemur okkur alltaf í gýrin. Ég get staðfest að það eru enga myndavélir hérna í stúdíónu, en við vorum allir byrjar að dilla hausnum leið og lagið byrjaði. Mötley Crüe, Kickstart My Heart, klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 28. ágúst. Það að koma, já, það farið að hausta. Það komið haust í pung, eins og Steindi myndi segja. Já, vor í pung. Já, það náttúrulega ekki vor núna. Það komið haust. Það að koma haust. En FN95 blöður hafi göngu sín á þessum, já, ágætis föstudegi. Auðun Blöndaleiti og sitt í mínu sæti. Við erum með fullan bát eins og, já, flesta föstudaga núna. Og ég ætla að byrja á fyrirliða þáttarins. Hann mistir ekki út úr þætti nema þegar hann er á Tenerife. Það er enginn að fljúga þangað núna. Egil, hvernig ertu? Ég hef bara aldrei verið betri. Er það sannleikurinn núna? Já, ég hef aldrei verið betri. Ok. Bara eins og nýr. Þá trúi þér. Bara fyrstari og alltaf léttið á fyrstu. Hvað gerir þið svona góðan? Er það bara að því að það er fyrstari? Er það nóg? Það er engin sól á Þróttaramerkinu. Já, sko, nei, það er ekki sól. Það er grátt og ógeðslegt hérna. Það er verið að viðkennast. Sko, við erum samt með Ocean View. Þróttaramerki lítur ekki vel út núna. Nei. En með hverjum deginn sem líður styttist ég farið til Tenerife where the beer flows like wine. Já, það er svolítið þinn staður. Og ég er vel peppað fyrir því. Og þú ætlar að reyna jólinn eða ekki? Já, ég ætla að reyna yfir áramótin. Já. Og ef að, eins og veist, Tenerife þarf að gera það sig. Það eru með lóðrætt líka eins og við núna. Síamspark er lokað. Ég sá það. Já. Þegar einhvern til Tenerife, maður getur ekki verið í Síamspark. Sko, Síamspark er lokað í augnablikinu. En ég er að vakta Twitter síðan að sko, það er enginn sem fyrir oftar en ég. Það er það að kíkja á Twitter síðan að það? Já, þeir lofa upp þetta þar, leiður að opna. Ég er inn á henni svona 20 sinnum á dag. Ég ætla að hleypa sjúkraþjálfara þáttarins inn í umræðinu. Hann er mættur á sinn stað. Steindi Junior, hvernig ertu? Já, ég er bara fyllandi góður og fróðandi fyrir þetta. Það er gott að heyra. Ég er ánægður á sett hættur að kalla mig Guðfæðurinn. Því að það nafn er hætt að festa sig við. Já, það var orðið þannig að fólk var að fara að kalla þetta eftir mér. Þú ert náttúrulega Guðfæðir sundlaugavarða. Já, ég bara. En þú ert ekki Guðfæðir þáttarins endur. Já, ég var kallaði bara Guðfæðurinn og það var að fara að festast og mér fannst það þreytt. Það er hægt að vera með mun verið nöfn heldur en Guðfæðirinn. Geðveikt. The Godfather. Já, sko. En annars er það Kófáður. Guðfæðir baðvarða. Jú, ég meina. Það er eitthvað pervitist við það samt. Það er að viðkennast. Guðfæðir baðvarða. Já, en Sóli Hólm rettaði mér. Hann er graðasti Þróttaralandsins. Já, þú varst aldrei Þróttari. Ert þú þá graðasti afturöldingar aðdáðandi landsins? Nei, málega er að Egill að fara að reyna að klína ykkur svona viðbið á mig og Sóli tók hittan og ég fílaði það. Það talaði um Valsara, það talaði um Blika, það talaði um Þróttara. Hvað segir um afturöldingu? Ertu afturöldingar eða? Hvaða viðbjöður er það? Afturöldingar. Var ekki hægt að leika sem er nafn? Við erum kallaði bossablossar. Bossablossar. Það er bara pervitist líka sko. Já, ég er ekkert að segja neitt annað. En við erum kallaði bossablossar og Þú veist, þessu tindastólar, stólarnir og það vantar svolítið afturöldingu. Já, en máli er að bossablossarnir eru Bossablossarnir, ertu að búið þetta til eða er þetta í alvörunni? Þetta er í alvörunni, afturöldingu, bossablossar. Rannakort eins og sett 6 ára eða bara allt og gráður. Já, og bossablossarnir þeir eru að rífa sig í gang þessa stundina. Ég rána með, þeir eru líklegir upp í Pepsi í fótboltanum. Nei. Og það er alltaf gerast einhvern veginn. En hver er svona graðasti stuðningsmaður afturöldingar á Íslandi? Steindi Junior. Engin breyk. Hefur þið verið með þessu manni? Já, ég bara á engin breyk. Hvað er í svona gæðir? Ég myndi alveg taka þetta á mig ef ég ætti það skilið. En Dóri DNA er svona. Er hann? Nei, ég held þetta sért þú Steindi. Ég get lofa eitthvað því að hann á þennan titil. Ert þú ekki svo eini í Mosfellsbæ sem ert búin að vera með Pornhub Premium í 15 ár? Þetta er svona eins og að spyrja þig, hver er graðasti króksarinn? Er það þú eða Svessi? Hvorur okkar? Ekki út. Það er svo margir, ég myndi segja Björsi Dýr. Það henda honum á den. Ekki vann með þetta Kös líka sko. Já, Kös, hann er lúmskur. Hann er velgraður. Hann landa í ammali sínum daginn. Nei, herðu, hann bað mér að stoppa þá sögu hérna. Hann var með vodka í bollunni og þetta er bara eitthvað sem að Steindi bjóð til af því að hann var í blackouti þá bara að hafa landi. Hann var engin landi í þessari bollu. Hversu þreytt er það? Ég hef ekki farið í blackout sem ég var 16 ára. Hversu þreytt er það að fara í fertugsafmæli? Þetta er landabollu og fara í blackout. Ok, Steindi. Fyrsta sem ég spyr, ég hringi Egil daginn eftir og segi Egil, ég er ekkert stríðan eitt, ég man ekki eftir neinu í gær. Egil, ekki ég heldur. Ég var ekki eftir einu. Egil er alltaf þannig. Nei, hann planta sig alltaf. Svo heyrði ég sýstiðinni Ötti, Mæju. Nei, Dæju. Ég heyrði Dæju, fyrir ekki.
Hún og maðurinn hennar, þau veit ekki hvernig þau fóru heim úr samanli. En það líka því að það var bolla. Það var ekki land í Já, bollu. það var land í Bollan bollu. stór hættuleg. Hvað bolla, heldur að ég hef ekki drukkið fokkið 1000 bollur? Ok, segðu mér satt núna, þú lígur ekki að hlustendum. Já. Mástu daginn búin að fá þér 2,5 bjór og sagði bara, herru, vá, ég byrja að finna bara vel á mér. Kannski var þetta ekki bollan daginn. Þólið er að tapast. Hefur þú sagt þetta síðustu vikuna? Já, ég gerði það. En málið Eftir er það 2,5 bjór? Já, en málið er það að þú veist, þegar þú ferði svona bollur eins og voru í fertusamli og kös, þá fer ég blackout og ég fór í það. Já. Og þannig er staðan. En þegar hann kallaði blackout curse. Það var 100%. Það var svo leiðis. En við erum með geggjan þátt fyrir ykkur í dag. Kæru hlustendur, það eru Ég var að byrja bara á nýjustu liðunum. Við erum með 2 nýja dagskalli. Já. Báður á sínum stað. Þetta er ekki bestu nöfnin til þess að lesa upp. En annar er að heitir I'll Suck Your Dick. Og hann er á sínum stað. Byrju, hvað Þeir eru heitir ekki að finna eitthvað Já. að meira penna nafn yfir Mér finnst það. Byrju, dagskrárliðina Og líka dagskrálina Sóla Hólm. Ef ekki bara kalla hann Sóli. Akkur ekki bara I'll suck your ICUD eða eitthvað. Hvað er svona pent orðið við I'll dick? suck your average white dick. Á hann að heita það? Herru, þú gætir þetta bætt þessu inn í næst. I'll suck your average. Hey, I'll suck your AWD. Já. Þarna veit enginn hvað AWD er. Til ég. Þetta var mjög góð hugmynd. Það þurfum ekki að setja Nei, annars veistu það fólk að stilla yfir að bylgjuna. við hendum okkur í kleif í dag og þá kom nafn og það er I-S-Y-O-D. Hæ? Já, þetta er versta nafn og það skulle sem ég fyrst sko. Aldrei hirtum að kæta það. Nei, en allavega, það er Hann er á sínum stað. Hann er á sínum stað og hann var æðislegur í dag. Við hringdum í Innramara á Sauðárkróki. Já. Og ákveðum að fara í my hometown. Já, báðum mann um að ramma mynd svona og skutlinni heim. Ger okkur greiða. Og ef það er einhverju króksar að hlusta, beð hilsa. Þú veitur að landsinni fór á króki. Nei, reyndar, ég fór á þessum húsbílarnir. Já, Njalla City. Svo erum við með Hvernig var þú kerðir á húsbílum í gegnum króki? Fór alltaf hliðina? Er styttan komið fyrir þetta bakarinn? Nei, það fór ekkert á hliðina og það er engin stytta. Svo erum við með Það ert ekki dæla frægur. hversu graður er Sóli Hólm. Hann er á sínu staðs á dagskalur. Já, sko, málið er núna þarf ég minn mann graðan í dag út af því að sko það er rigning og þú veist, ég var að hugsa í morgun. Þetta er helviti Og sko, allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þetta lítur illa út. Síðasta helgi hjá mér var rosaleg. Já. Besta helgi aðeins minna. En það var að 9 eða eitthvað ekki. Ég var í Bláa lóninu Það var 9.5 í síðustu helgi. Ég var alla síðasta lögadaga í Bláa lóninu í svona 40 stæði hitta og með arband sem ég bara rétt ekkur og fekk að free beer. Þú varst samt að borga fyrir arbandi svo þú lappar út Þú sko. veist að borga þetta. En sko Þú færði ekki free beer svo þú fyrir arband Núna er ég að horfa þetta út Hvað er búin að dýrst arband og svo fæ ég bara free og ég beer? sé alltaf þróttaramerki fyrir ykkur viðbjóð en nú þarf ég Sóla í Já, gangi hann þarf að bjarga okkur aðeins. Það má ekki glemma því að Sóli er ekki bara að spá fyrir ykkur veðri. Hann er að spá fyrir almenna stemning. Og ég veit að verða þannig, segjum að Sóli námi hann og hann segist það 9,5 eða eitthvað þá held ég bara svona einhvern veginn, það getur svo í bíómynd þá bara einhvern veginn, þetta grámilju drast bara fér og blái heiminn kemur sunshine. Sko, Íslendingar eru náttúrulega með myrkur 8 mánuði á ári. Við getum alveg skemmt okkur þannig. Þetta er bara basically verður helgin góð. Hann er ekki veðurfræðingur hann Sóli sko. Ég held að helgin er frábær. Ég held teipa Vonu það. Það var enda mjög fyndið. Við hittum okkar number 1 Hannes Halldórsson, landsliðsmarkmann í hádeginu, vorum að ræða hann og hann var að segja að hann hafði verið að útskýra daginn fyrir Bjössa, Bjöllinur. Einhver sem hlustar ekki reglulega. Já, það var að Bjöllinur. Já, sem hann hlustar ekki reglulega á þáttinn. Hann bara, herru, þú vist ekki graðast í Þróttarinn. Það er Sóli Hólm og Bjöllinur bara, hvað meinar þú? Það varst ekki búin að heyra í F95 blöð? Nei, þeir eru með dagskrárliðin, hversu graður er Sóli Hólm? Já, hvað gengur Sóliður út á? Bara hversu graður hann er og hversu góð helgjumur er. Og Hannes bara, nei herru, ég nenni ekki að tala um þetta. Þetta er bara skrítnasti dagskrárliður í sögu útvarp. Hann fann bara, ég er ekki að fara að útskýra fyrir þér að þetta gengur út á hversu graður Sóli er og hversu góð helgjumur er. Það bara gati ekki útskýrta, það er ekki hægt að útskýrta. Þú þarft bara að vera stillinn í hver einustu viku til að kveikja á þessu. Ég held reyndar að Bjöllinur hlusti alltaf. Hann er bara reiður út á gilsan að setja hann sem næstgraðasta Þróttarinn sko. Sko. Hann er svona laumu hlustandi. Ceres 4 er 3. graðasti. Ég geggaði yfir með honum í 3 mánuði. Dóri Gylfa ætti nú að vera þarna líka sko. Hvað varðum Ceres 4? Hvað varðum hann? Hvað er hann að gera þetta? Hann er bara að jafla sá hvað núna sko. Hann er aldrei verið betur. Já, svo erum við með hérna fyrir liði
Það How do you do fellow kids á sínasta stjórnastæðanir spurningkefni Gilsannars, hvað að vinna með í dag? Það King of Animals. Alveg rétt. Svo hver meiri dýravinnur? Já, bitti, en þú ert samt ekki að tala það. Já, hver meiri? Ég spurði það á Instagraminu hjá mér og þú sagðir að þú spurði mig hvort ég var en þetta verður eitthvað hættulegt. Nei, bara hver meiri dýravinnur? Ég dýravinnur. Hver meiri dýravinnur? Ég mikil dýravinnur. Og þetta var keppni sem ég var actually til að vinna. Ég rosalega dýravinnur, þetta bara ekki það. Þú vilt vinna það, þú ert að fara að spyrja okkur hversu mikil dýr við erum. Nei, bara ekki bara Logi Bergmann í þessu kjattaði? Þetta akkurat það sem ég Logi Bergmann hefur ekki verið með Getur betur sem 1988. Þetta tímavél, hvað er að gerast þér? Akkur segir þetta Logi Bergmann 300 mannsbúnar með Getur betur sem hann hætti sko. Svo dagsfælöður sem hefur ekki verið lengi FNÍ5 blöð og það að grípa fram í og ringjum við og einstaklingurinn sem ringt í fær ekki að svara neinni spurningu því að það alltaf gripið fram í fyrir honum og við tókum þetta upp fyrir í dag og þetta breyttist aðeins þetta símtal Steindi var alltaf byrjað að leika eiginkona mína og þetta var allt mjög grilla. Þú kallaði eitthvað í mig og ég vissi ekkert hvað það gera. Nei, þú fattar ekki hvað var í gangi en ég held þetta sé samt mjög skemmtilegt. Annars erum við bara í blússandi gíri. Já, menn eru bara léttir. Það Will Smith, hann á landinu. Já, hann leit loka þarna bara Stuðlagili bara í 2 daga. Ég fór að hugsa þetta. Það eiga cash til að loka því í 2 daga. Nei, hann ætla að gera bíómynd. Hann er ekki að láta loka sig fyrir sig að finna í berjamón. Vist líklegt að eitthvað framlegandi að bara hringja og loka þessu? Heldur að Will Smith sé bara að milli fara eitthvað? Við löpum ekki þannig að segja lokið þessu drast í 2 daga nú. Nei, kannski þú var að leggja stóri bíómynd. Hvað framlegslega heldur hann sé að hringja símtölunum? Það mætir og segir línuna sína. Reynda þegar ég las að Will Smith var hérna. Hann ég sagði einhvern veginn í viðtalið, hann með mestu svona áru sem ég verið kringum af öllum sem við hittum á sínum tíma þegar við vorum í strákunum og því. Það voru að taka viðtölu, fórum til Cannes og fleiri staði. Og þegar Will Smith lappaði inn í herbyggið þá varstu bara rosalegt. En mér finnst pínu leiðilegt að segja þetta því að I'm a huge fan. He needs a hit. Hvað langt síðan að Will Smith gerði eitthvað? Síðasta Bad Boys myndin var ekkert eðlilega góð. Já, hún var samt ekki, hún var flop sko. Já, en Bad Boys 2 actually bara mjög solid spennumynd sko. Já, en það hvað er það, 15 ár síðan? Já, 15 ár. En er hann að taka upp Bad Boys núna? Nei, hann er bara í ykkur Hancock. Bad Boys í stuðleikir. Er Martin Lawrence með honum með? Nei. Það er rosa. En strafið, talandi Will Smith, málega ok, he needs a hit, það er alveg rétt. Hvað langt síðan að hann ykkur geggjari bíó? En hann er samt líka 60 og kannski bara slagur. En hann að slá í gegn á Instagram. Já, svo hann mættur á TikTok líka eitthvað. Hann er með stæðsta Instagram. Hann er huge. Hann er 40 miljónir í tjekka. Já, með flestu likesin. Hann er að slá mest í gegn. Hann á 350M. Hann þarf ekkert að new hit. Hann er bara aldrei verið betri sko. Það er þetta alveg hárrétt þér 350M. Bóla fyrst mér að sagt einhver sköllóttur útásmaður frá Söðugur ekki skulle sitja þetta í FN957 stúdíón og segja að Will Smith needs a hit fyrir hann á $350 miljónir menn að ég er að fara heim bara. Mér finnst það samt svo lítið með að við hvað, þú veist. Þetta það sem ég gefið upp. Hvað heldur þessi maður að peningum? Jada Pinkett Smith eru glæð metin á 150. Þetta er ekki lítill peningur sko. Nei, ég meina þú veist. Þetta var 7M, það er 1 milljardur sko. Það var 350M. Ég veit alveg hvað þetta er mikill peningur. Ég er bara að segja að þú veist að miða við að því að maður er oftast miljardamenningur. Ég er verið að slá inn net worth sem liði og þetta er frekar neðalega við Nei, hvað er Beckham metin á? Beckham er metin sama. Will Smith og David Beckham á sama pening, það meikar engan sens. Beckham er eitt stærsta brand bara í sögu íþrótta. Það er kannski Michael Jordan. Pæli, þegar þú fara að veislustýra eða eitthvað, þú ert að fara að skemmta kannski 500 manns og þú tekur eitthvað upp að fyrir það. Will Smith, hann er að skemmta heiminum með einhverju bíómynd. Já, en þá hann miljardar. Hvað rukkað þú fyrir að vera veislustýra? Finnst þér ekki hann er að eiga allavega kannski svona 1000 sinnum meiri pening en Beckham? Nei. Ekki? Nei. Já, Beckham alltaf er sko einn stærsti íþróttastjarna á all time. Bara einn frægasti maður allra tíma. Og með þess clothing line og hann er með clothing line og perfume og allt þetta kjaftaði. En við erum í gír, vonandi þið líka kæru hlustendur. Það styttist í hversu graður er Sóli Hólm. Við erum búin að ákvaða að hafa það svolítið snemma í þættin, þannig að fólk viti hvort það er að fara út á landi eða ekki. En ég ætla að spyrja þig núna, ég ætla að leyfa þér að stjórna þessu. Þú mátt stjórna þessu næst, Steindi. Ég er ekkert eitthvað að gera upp á milli. Við erum með nýja reglu hérna í FN9 blöð. Byrjum þáttan á Bubba. Það er bara, það kemur fólki í gírinn. Já, ég ætla að leyfa þér að velja, Egill. Viltu, er nauðsynlegt að skjóta á Serban eða Blindsker? Það var þægilegt val fyrir Egill sko. Rosalega lög allt sko.
Ég verð að velja Serban. Serban? Það eiginlega mitt uppáhalds. Við spilum hann oftast, sko. Já, en ég verð að gefa mér þess að 3 valmöguleika. Þetta uppáhalds bubbalið mitt, þetta langt besta bubbalið, það er með faglega mat. Við viljum Serban. Já, bara hlusta ég á okkur. Hlaðvarp FM 95 Blö. Það er ekkert að byrja þáttinn mikið betur. Bubbi Mortens, Serbin. Ég er að hlusta hér á FM 95 Blö. Já, þetta er rosalegt lamar. Sko trúðsins í nóttinni. Já, ég er að spyrja hann. Niðurlega steinda þar sko. Nó. Sko trúðsins í nóttinni. Finnst þið steindi vera Basilega trúður? kallað steinda clown. Ég myndi ekki segja að þetta væri niðurlega. Ég myndi segja að þetta væri heldur gott pepp. Þegar þú horfur að steinda, Egil, sérðu trúð? Já, hann er launast trúður landsins sko. Er það komið að En það er slúður? Rós, hann er að goddamn comedian sko. Já, frábært Rós. Mér finnst samt eitthvað svo neikvægt við orðið trúður, sko. Nei, alls ekki. Trúður er æðislega. Myndur þú vilja að vinna sem trúður? Það er Sveppi frábært trúður. Já, en veist, ég er að tala um trúð. Hvað eru margir alvöru trúðar á Íslandi? Ég trúður. Sem bara mála sig og setja á sig nef og... Kannski Já. 6-7 kveikindi. Og fara í barnaðamæl og gera niður þessu eða? Nei, þetta er Hættu þessu. Þeir eru í þessu. Nei, bara þetta er ógeðslegt, ég ekki tala svona svona. náungar sem fara Nei, bara skemmta. Herðu, Skrýttin nága sem var í trúðin. já, nei, það er ekkert skrítið fyrir það. Ég meina að segja trallið, heitir hann ekki trallið? Þannig hvað heitir að vinna okkar sem trúður? Já, við getum Tralli? Já, Hvað heitir það? ég meina, myndi þú málaði... Herðu, förum bara í slúður hér í FN95 Blöð og ég ætla að byrja, Steindi, ég er með geggjaða fréttir fyrir þig. Ég ætla að byrja með Macaulay Culkin. Nei, yes. hann er færtur. Hann er fertugur og setti inn rosalegt tís Er hann 80 ára? Já, hann er bara jakkaball og ég og þú maður. Já, hann er jakkaball, já, auðvitað var hann jakkaball þá líka þegar hann leikir Home Alone. sko, en akkur leiði mér eins og ég hef verið að, veist, 20 og horfa á hann 4 ára. Ég er djúðlega maður, En þetta er pæli, skrítið. þegar þið voru með njálg og lús í þetta moldi Þá var hann making millions. Þá var hann making millions að leika aðalhutverk í bíómynd sem er ennþá í jólarútinu. Já, bara einn vinsalasta jólamyndi allar tíma. En sko, hann sett inn á Twitter, you wanna feel old eitthvað, I'm 40 og það er komið með 2,5 miljón likes og eitthvað. En það er nú ekki slúri hjá mér. Hann var í risa viðtali út af fertugsammalinu og ég verða að viðkynna það er langt síðan að ég hef lesið viðtal við einhvern einstaklinga við miklum áhuga og ég var bara pínu spenntur að koma með einhvað þessum punktum í FN95 Blöð. Hann drekkur ennþá eins og fiskur. Það? Já, en hann er hættur að neyta eiturlyfja. Já, en þú veist að ég hef alltaf sagt Ég veit það, en það ætla ég svona að segja þér þetta kannski í er þetta eiginum. hægt. Já, og bara hættur í öllu en hann segir samt sko ég verðilega að lesa þetta á ensku. I wouldn't be the person I am today if I hadn't had drugs in my life. Þannig að hann væri ekki góðin sem hann í dag, hann aldrei verið með eiturlyf í lífið sinu en hann er hættur en hann segist ennþá elska eiturlyf. They're like my old friend but sometimes you outgrow your friends. Þannig að hann segist vera vaxinn upp úr eiturlyfum, saknar þeirra en þau eru bara ekki vinir lengur en svo segir hann orðrétt bara I still drink like a fish and I smoke like a chimney. Hann keðjur ekkir og drekkur heftalega. Það er ekki verkefni í dag. Er hann að tala um að fá sér hvað þá, bara vennilega smelli? Já, bara Winston Light ég veit ekki að þessi auglýsa einhver brönd hérna. Hann er ekki að tala um að kýli fötu. Hvað varst þú oftar alltaf að reykja? Salem eða ekki? Ég reykti Winston í ykkur 10-15 ár og svo Salem og allt þetta. Jú, þú spyrðið mitt hvort það sé hann þá leika. Já, bara, ég held að hann geti verið hérna skemmtileg kompa. Svona kompa, já, hann hefur leikið í hann hefur leikið í 4 myndum á síðustu 14 árum eitthvað svo leiðis og segist hafa gaman að leika en nennir ekki að vera fangi fræðar en að lengur. Hann vill ekki vera frægur. Hann segist hata það og svo var annað í þessu viðtali sem ég varst mjög áhugavert að lesa. Já. En eina sem að ég vilja í þessu viðtali ég vilja að fá að vita fyrir hvað hlutverk það verið annarkvæmt DiCaprio hlutverkið. Hann átti slæma pröfu. Já, og hann sagði líka í viðtaluna hann er ekkert mikið fyrir að fara í pröfur því að í gegnum sinn feril þegar hann var að leika þá var bara boðunum hlutverk. Já, ég hef farið nokkuð sem er pröfur. Það er kjánalegt og það er ógæðislega óþægilegt og hérna ég fór í pröfur að leika mót einhverjum iPad eða eitthvað er alveg fáránlegt. Síðast ég fór í pröfu ég farið í pröfur ángriðis, ég held ég að farið í kannski svona 4-5 pröfur á ævinni eitthvað svoleiðis, ég fer aldrei í svona pröfur og ég fór í pröfur fyrir Eurovision myndina. Já, ég líka. Ég sendi það að heiman. Já, ég líka. Ég komst áfram og ég fór á Skype við leikstjórn og ég var bara heima og leikstjórinn hringir í mig á Skype
og með einhverju starfsfólki. Það segir þú, já, hvernig er veðrið á Íslandi, myndir spjalla eins, ok, hvað er að gera? Það er bara svona, kom mynd, kviknaði, hann satt bara og einhver pía, ok, heyrðu, við ætlum að lesa hérna senunum um þetta, þú ert þessi og tilbúin. Og ég bara, shit ég sagði basically ekki hæ, sko. Okay. Það var bara svona færibanda. Og Sigrún var sko að labba í bakgrunni og Ronja einhvern veginn á kantinum og svona vesen, ég var ekki búin að koma nóg vel fyrir og ég var ekki með headphone, ég heyrði ógeðslega illa í línunum á móti mér, sko. Og svo byrjaði ég eitthvað svona að leika. Nei, sestu bara niður, horfðu bara í myndanna, leiktu beint í kameru. Og ég bara, ok, myndi ekki textana neitt, sko. Svo sagði ég það eitthvað og ég fann það var bara svona deyja inn í mér bara með hver einstu sekundu þetta var svo mikill viðbjóður og svo bara heyrði ég bara, svo var þetta búið tók bara svona kannski 40 sekundur og þau horfðu bara svona á mig og við verðum bara í bandingafli, sjáumst, skellt á og ég horfði bara svona tómanskjáin, ég bara svona, þetta datt ekki og þá, ég var að pröfa, það er náttúrulega margir Íslendingar sem að sé myndina, ég var að pröfa fyrir hérna lögguna á löggustöð. Já, sam og bjöllinu fyrir nei, ég var ég var alveg að pröfa fyrir löggu inn í hleranum. Já, ég hendi mitt á Twitter það var eini Íslendingur í myndinu sem ég veit ekki eins og hver ég þó eftir að hann var flottur en ég veit ekki hver þetta ég tók pröfu fyrir bara þessa mynd líka og svo sá ég bjöllin á Netflix bara þér horfðaðum daginn, ég bara, ok, ég átti aldrei breyk. Herru, það er meira slúður og við ætlum að Brad Pitt er alltaf Brad Pitt, eða ekki? Rosalega hugulur. Herru, hann er komin á fast og svo hefna heitir Nicole Poturalski. Já, hún er sem sagt 27 ára gömul og er því 19 árum yngri en Brad Pitt og er fyrst þetta frá Þýskalandi og já, fólk vil meina hún sé ansi lík Angelina Jolie. Hann er komin í Cabrio-in, hann yngir upp með hverju ári. Já, hún er samt 27 ára DiCaprio er held ég alltaf 23 á yngri eða eitthvað. Já, bara, já, 23. Hann er, hann er 63 ára gerði það? Já, hann er 57 ára, já, 63 og hvað, 19 árum yngri er það lægin? Brad Pitt, sko, og ég meina Leo er ég vilt með einhverjum 19 ára módulum, sko. Hann er líka yngri en Brad Pitt, sko. Máli er að ég sá nýlega mynda Pitt daginn. Þetta hérna er kærastan hans Brad Pitt. Ég hef alveg séð óhugulegri konu, það verður að viðkennast. Þetta er líka Brad Pitt, sko. Já, en ég sá mynda hann daginn og hann er komið með svolítið svona creepy HGH kjálka, sko. Maður sér svona kjálkan Pittari? Já, sko, máli er að þegar þú ert, sko, ef þú óvitdósar að HGH-i eða ert á testasprötaði, sko. Það er þá kjálka? Já, þá færði alveg svona kjálka, sko. Og hann hefur greinilega tekið aðeins, sko, maður sér alveg bara svona vá, þú veist það er svona munur í andlætinu á hann. Já, það gerist, sko. Ok. Nú, hérna Egill, af öllum hérna inn í þessu stúdíu þó þú mest vita á þessu til eitthvað sem heitir HGH kjálkin. Ég skilti kvitt. Það er alveg búið til það? Nei, það er bara ekki, nei. Það finnst bara held ég ólíklegt að Brad Pitt hafi tekið það mikið hann veit að þetta er til já, en þú þarf að taka insane amounts til að fá kjálkan þetta gera þessi 60 principles í Hollywood taka insane amounts það þyrfti að taka meira en bodybuilder eru að gera þannig að ég finnst það highly unlikely I call bullshit snendi. Herðu, svo er það í lokin sem að þetta er eiginlegt slúður. Það er eitthvað uppbóð hérna á kórunans Notorious Big og ástabrif frá Tupac Shakur sem hann skrifaði þegar hann var 16 ára og mér langaði bara að benda ykkur á það því að Tupac Shakur er vist eitt sá allsvalasti frá upphafi og Ice Cube sagði mitt í viðtali við hvað heitir hann hérna sem var með Kevin Hart og þeir voru að keyra bílinn hérna rauðhærði spjallhátta Conan O'Brien hann sagði að verði the biggest thug of all time hann skrifaði ástabrif 16 ára alveg svo ég gerði já, en Tupac var þannig að þið geta hægt að gera grína mínu ástabrifi en Tupac var ekki thug sko the biggest thug of all time sagði Ice Cube já, það er ekki rétt og hann skrifaði ástabrif já, máli er að hann var sko það sem er Tupac það verið að bjóða upp fyrir marga miljónir já, ég sé margar heimildarmyndir um Tupac af því að ég er mikill aðdáandi og hérna Jada Pinkett Smith það sem hann var þekktu fyrir var að hann var þú átti í romantísku sambandi hann reif svo mikið kæft sko hann var reif endalist jú, ég vissi þetta jú, Will Smith var alltaf öfundsjókur út í Tupac og svo þegar hann sagði einhverju viðtalum daginn að hann sé svo eftir hvað hann var leiðileg við Tupac alltaf því að missi að Jada Pinkett Smith var alltaf pínu skotin í hann en málega, ég lofa ekki því, Tupac, hann var þannig hann reif alltaf kæft, endalust, gelti og svo þegar einhver ætlaði að berja hann þá laðist hann bara í gólfið og var bara að sparka sko já, einmitt
Svo svalast allra tíma og hann skrifaði ástarbréf. Þannig að ef það einhverju fleiri þetta út eins og ég sem skrifaði ástarbréf, við þurfum ekki að skammast okkur. Hann var sett ekki liggjað á maganum á limnum allsber á parketti. Nei, en það var ég ekki að því heldur. Og hvað veist þú nema það? Hann hefði bara legið nakin á einhverju parketti að drekka bjór. Getur þú svarað bara við túbak? Varstu inn í herbygginu? Ég sé bara, við erum svona sexy scenario. Sexy scenario? Já, bara út í sólinni eða eitthvað. Hvað sexy scenario þegar þú skrifar ástarbréf? Bara, ég bara segjum að sæt út á verund. Allsber, við góðum kósi borð og fuglar að syngja, grænt gras, blár himinn og hann að skrifa ástabrif. Áttu það maður allsber? Þú veist, hann var ekki allsber á Söðurkróki á okkur parketti sko. Nei, ekki heldur. FM 95 Blö, alla föstudaga á FM 957. Með fullri virðingu fyrir Charlie Puth eða Putt eða hvað sem hann heitir. Hann enni ekki að hlusta á það lag. Þeir eru hlusta á leðilegt lag. Þeir eru hlusta á FM 95 Blö. Við eigum bara að vera að spila íslensku lög. Já, í okkar þætti maður. Já, eða íslenska artista. Eða bara góðu lög, hvað sem íslenska eða ellend. Já, það er þetta góða punktur. Það er ennþá COVID. Við vorum alltaf bara að spila íslenskt. Ég er að reyna að vera svolítið í íslensku sko. Herru, ég er náttúrulega að skeiti í slúðrunu. Hún er 29 árum yngri en Brad Pitt, nýja kærastan hans. Maður ekki búin að senda á þig og segja þér. Já, ég fekk alveg, það er bara gott að vita þessi hlustum. Það voru nokkru sem sendu mér þetta. Það er að tala og svo fengum við líka sent að sá sem fekk hlutverkið í Eurovision-myndinni sem ég átt að leika. Já. Það var sonur hans Þorsteins Guðmundsson að leikara. Já. Og hann er geggjaður og hann er líklegast bara að rúla þessu. Við erum bara miklu betri en þú. Já, ég er ánægð með hann. Já, en það er komið að dagskrálið sem heitir Hvort myndirðu frekar. Já, og það góðar í dag eða ertu í rugli? Ég nefnilega fór inn á Instagramið mitt í morgun. Já. Og bað fólk að hjálpa mér. Ég var pínu tómur í gær, ég ætlaði að semja þetta. Ég var einn heima í gær, konan var í einhverju matabóði og það bara var ekki að detta af mér. Þannig ég bað hjálp í morgun og þrjár spurningablöð, 3 Ég veit það, en það er samt gott að fá hlustundur með og við erum náttúrulega með bestu hlustundur landsins og ég fekk helling sent og ég er með 6 góðar, þannig ég er eiginlega búin að tryggja næstu 2 föstudaga. Okay. Er þið tilbúinir? Rétt. Fyrsta reyndar sendi ég í gær, en það var eitt sem var með svipa á Insta en svo mun ég segja hver er eiga hinnar. Hvort myndið frekar? Og þetta er út af þetta. Hvort myndið frekar, eru þið að velja eitt af þessu? Vera með hendur, tilla eða fætur af 9 mánaða barni? Hendur, tilla eða fætur af 9 mánaða barni. Þetta er alltaf bara hræðilegt. Já, en sko ljótt að segja, það er eitt sem sést ekki. Já. Ef þú væri með hendur þar að stenda hérna núna. Já. Það væri sæðilegt. Þú gætir eða ekki fengið hluti. Þú væri ég sá þetta allt í henni fyrir mig. Það bara gengur ekki. Hvernig ætlar þú að lifta í þetta? Já, ég tek ekki 160 í bekk þannig sko. Nei, þú gerir það ekki heldur með þína hendur núna. Þetta minnir mig smá á Chris. Þú ert að tala um your best time. Ekki augnablikinu. Nei. Þetta minnir mig á Chris Elliott í Scary Movie myndunum. Grab my stronger hand. Þess að lifta. Sko, má maður að segja bara þetta hendur. Já. Ekki þetta, bara 9 manna hendur. Má ég byggja þar upp og þú veist Já, það er verðast alltaf svona lítið en þú mátt alveg vera með vöða á sem pingur litlu hendur. Já, þetta er því að sko, já, ok. Það var ekki hræðilegt sko. Væri það ekki hræðilegt? Þá er komin eitthvað smá kúl á 9 manna. Ég er að velja eitthvað í þessu. Þú gætir eiginlega ekki verið með 9 manna hendur. En gæti þessu steindi skeimt sér? Nei, ég, ekki þú heldur. Nei, það er lengra ferðalega fyrir þig að skeina heldur. Þú gætir að kannski Þótt að ég sé feitan þú, þetta hærra en ég. Ég er ekki vissum að steindi gæti skeitt sér. Ég veit að geta ekki. Ég veit að þið hvorið gæti það. Og þú veist, guys, ekki einu svona dvergur gæti það. Hann skeinir sér 100 sem á dag, svita skeinur og eitthvað. Þetta er alveg vissum. Þetta er góða punktur. Já, ég veit ekki það alveg. Sko, málið er það. Þú getur ekki haldið, Teddy getur ekki haldið á bjór. Nei, sko, samt ekki. Allir saman það. Hversu mikið fyllibit maður hugsa strax bjór en ekki bara að halda vasklasi. Þetta er fætur að penisinn. Já, þetta er það. Þú getur ekki fætur það er bara ef þú væri núna nákvæmlega svo verst svo væri með lappin að petta þetta fyrir neðan bara þú að lappa út í bíl ég myndi grenju hlátri hvert eins sem ég myndi sjá þig það væri weird líklega sko weird er ekki eins og orðið er þetta ekki alltaf bara pínisinn eða? Ég held það, sveið með það og þá ertu bara retired skilur og þarft einhver tíma ertu retired í því hvað sem er sko skilur það þá setur það bara á hilluna og það er hvað er skást þessu, er það ekki það samt? Ég minna þú veist sko, þá ertu eðlilegur einhvern veginn útlið það er eitt ef þú ert lítil manneskja þá er allt í sömu hlutvöldum nánast ef þú færði allt í hennu lappinnar af 9 manna barni það myndi bara eða ekki ganga
Fyrir þetta getur þú haldið þér uppi. Já, verður þetta ekki verið þannig að þú getur haldið þér uppi? Jó, ok, ég gef ykkur það. Svo ég held bara þetta er penis á hilluna Já, ég meina retired, það er búið samlífið bara búið í þínu lífi. Við erum allir með krakka og við gætum allir sleppt bara penisnum sko. Við erum komni, við erum búin að fjölga okkur. En þú gæti samt að leikna spöld þó þú sést ekki að nota hann sko. Já, ég er að segja, þú veist, það er svona einu tilgangun okkar er bara, við erum bara búin að fjölga okkur, við erum búin að gera okkar. Svo getur bara kvart þetta sko. Alltaf miklu erðara fyrst enda en alltaf ekki eðlilega gráður sko. Já, en hann getur svo sem alveg tekið þessar 2 putta hérna einhvern leik. Já, ég meina, þú veist, það væri síðan að stegi ekki sko. Nei, þeir framlega efna áfram. Þá var það næsta og það var Vilborg Pétursdóttir sem sendi með þessa á Instagraminu og ég þakka henni fyrir það. Hvort mynduð þið, þessi er erfið maður, hvort mynduð þið frekar bara hitta konur eða kvenkins eða bara karla það sem eftir er ævikar og þá var að tala börn og allt með. Já, ég myndi velja kvenkins. Já, og dóttiðin. Já, 2 dætur sko. Já, dóttiðin og 2 maður. Já, þannig að það væri mjög skrítið að ég myndi velja kallmann þarna. En þú veist, þú ert samt að gamer og elskar að spila töluleiki. Það er margt sem spila niður þetta, því að ég er gagginniður. Og AC-ferðar eru með kallmönnum. Já, en ég er gagginniður. Þetta er erfiðara fyrir mig. Þá get ég aftur átt konur. Þú veist, skilur ég er með dætum minnar og ég get hitt konur. Það er mjög mikilvægt. Þannig að ég Þetta er létt fyrir þig kannski. Og Egil, þú ert með dóttir líka. Þetta er eiginlega bara þessi fyrir mig. Þetta er þessi fyrir þig. Ég meina, þú veist, þetta er ekkert sant, þetta er ekki þú þarft að velja konuna eða strákinn. En þú basically, þú heitir pappa henni aldrei aftur og bróðin aldrei aftur og okkur Egil aldrei aftur. Þú hendir pappa þér myndir rútuna á að nanosekund. Það náðu ekki eins og hvað er undan nanosekundu? Fyrir konu og börni mín. Já, það er heldur bara eðlilega ákvörðun því miður. Hendur á myndir rútuna. Aðeins mátt hugsa þetta kannski. Já, þetta er alltaf verið loka svar því miður. Hann myndi nú skilja það. En já, maður verður náttúrulega að velja bara, þú veist, það er ekki eitt fjölskyldumælumur hjá mér kallkins, þannig að þetta er frekar þægilegt. Þetta er vesen hjá blöð. Ég meina, þú ert með strák, þú þurft að velja annar með konuna eða strákin. Það var gaman að eitthvað blöð segja mömmu mína og ömmu en systur mína. Þetta er systur og þetta er að segja, en síðan er Teddy þarna, þetta er vesen, hvað ætlar að velja? Ég sem betur fyrir ekki svo leik. En blöð, það er svo gaman að snúa sig við, því að þú ert í svo miklu klandrið þarna. Hvað myndir þú gera? Því að þú ert með konuna þarna og þú ert með stelpurnar, systurnar og svo ertu með Tedda. Hvað ætlar að gera það? Tedda Sverris og F957. Ég gæti Þú ert fórnast stráknum með það? Nei, ég held að eins ógeðslega hljómar þá gæti ég bara ekki. Ég vissi ekki að vera hægt að elska það mikið og ég dyrka strákinu. Þannig ég held við myndum bara vera 2 og ég myndi hangi í kringum ykkur og myndi henda öllum konunum undir rútuna. Ég veit, ég get ekki yfirgefið barnið mitt maður. Myndi ekki konaðin leika skilja það? Jú, ég held að hún er bara pínu fegin því að hún getur ennþá að vera með þetta og lausum. Þetta sé allt í lagi fyrir hana sko. Herru, svo er það síðasta. Hún er svona Jú, ég hef gaman að henni. Það er hann Dagur Freyr sem sendir með þessa á Instagram og það er hvort mynduð frekar setjast á köku og borða tippi eða setjast á tippi og borða köku? Býtu, ég skil þetta ekki. Þetta er ekki flókið. Setjast á köku og borða tippi. Hvað meina, borða human dick? Já, nei, hvað? Hvað er það nú? Tippi? Ég skal setja þetta bara upp svo skilja þetta stendi. Ég skal tengt upp og skilja þetta. Ekki hafa þetta ógíslegt, ég var að reyna að hafa þetta svona. Þú ert bara með súkkulaköku heimaður. Þú sest á hana og sama tíma jafnlaður Dóra-Díana meðan hún situr á kökunni. Eða myndur þú setjast á tippiðansdóra-Díana og borða köku. En akkur segir ekki bara suck a dick? Akkur varst að tala um eitthvað að borða? Því að Dagur sendir mér þetta svona. Hann orða þetta penta Dagur sko. Takk Dagur. Annars þegar fólki eru á bylgjuna sko. Það er miklu verri hlutir í gangi þar. En hvort veljið? Setjast á köku. Þetta er sko, er þetta ekki ógeðslega spurningi sem hefur verið í þættinum frá upphafi? Þetta er ógeðslegt sko. Ákveðu, finnst þú ógeðslegt að vera gay? Nei, þetta er ekki, þetta er bara við Þetta var í skýtlétt fyrir nokkra vinn okkar sko. Það er bara kortir í 5 og það tala um að borða titling. Það er rosalegt. Þú ekki með dagskalið sem heitir á Suck Your Dick? Hann kemur á eftir. Hann er eftirfinn. Ég var til að setjast á titling og fá með köku at the same time. Sko, ég held að það er veist. Geggja svar. Ég held að það er veist. Egil komir hinskil og gott svar. Þetta var of ógeðsleg spurning fyrir Steita. Má ég svara? Já, hvort tekur þau? Já, ég held ég sé sammála. Hlaðvarp FM 95 Blö.
Hlustendur F95 blöð ætti að byrja að þekka þetta lag. Stjörnunar herra netusmjör hér á þessum ágætis föstudegi. Hér á FM Í skítaveri í allavega höfuborg. Ekki skítaveri bara maður land? Lítur að vera. Já, ég er glæða. Það Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem að færa ykkur F95 blöð. Og það nú Keilu við núna. Það er hægt að vera Keilu og það náttúrulega 2 metra reglan og bara 100 manns þannig að Örnukvöð braut og setja á vaktinni og þau passu upp á þetta. Það er búið að hólfa þetta allt niður upp í Keiluhöll. Sítjó með spritbrúsa og allt upp á 10. Hversu þreytt er þessi veira núna á skala milli 10? Ég hef þólum að fyrir henni fyrstu 3 mánuðina. Ég veit, Ég var að hugsa þetta daginn. Djöfull er þetta orðið þreytt maður. Viltu allur heimurinn er komið ógeð á þessari veiru sko. Já, þetta er komið gott bara. En það er einhverju meistaragræða bólefni og þú getur fara aftur að have a hell of a fucking time. En núna, það er búið að vera pínu þungt yfir okkur í þessari fyrst ingumi eftir auglýsingar. Það verður viðkennast. En verður þetta góð helgi? Það er stóra spurningin. Já, það er komið að dagskrálið sem að útskýri fyrir landinu hvort það verður góð helgi eða ekki. Hvað heitir dagskrálið? Hversu gráður er Sóli Hólm? Það er svoleiðis. Það er sá dagskrálið. Komið því núna? Það er komið að honum. Ok, nú er ég stressast upp sko. Verður við ekki að fá trailer eða? Já, Ég verð það að ekki. fá góða helgi. Já, við The love of God. byrjum þetta á trailer. Are Icelanders gonna have a good weekend or a bad one? That is all down to just one man. One extremely horny man. The Whole Father! Me so horny. Þetta er í fyrsta sinni sem að þú ætlar að reyna einhvern veginn að klekja á hann. Ég skila það ekki alveg því að þetta er í fyrsta sinni sem við ringjum með hann live. Já. Við erum í beinni, við erum ekki í klefa, við erum í beinni útsendingu hérna. Við erum nákvæmlega 53 mínútur yfir 4. Þannig að bara, þú veist, þetta er ekki flókið. Það segir bara hvað hann er og málið þetta upp. En, hringdi hann. ok, en hvað ætlar að gera ef hann svarar ekki? Instagraminu, hann er út í sveit eitthvað. Já, Hann svara på þetta. Heldur það? Já. Ok, tjekkum á þessu. Ég er með númerið hans hérna og það ringir. Hann er allavega ekki hérna fyrir utan það er ekki Nei, hann er út í sveit bara, þú veist. Þetta er ekki flókið. Ekki fyrir utan þjónustusvæði. Ég þekkt að trubla lengi, bara. Þú veist, það er með tölu, bless. Það sem ég er að vona er að því að veðrið það er skýta viður að það sé samt góð helgi framöndan. Já, Það ég vona snýst ekki líka. bara um veðrið. Hann getur bergað okkur sko. Já, það er líka mér. Það snýst svo margt annað en veðrið. Svaraðu, Hólm. Nei. Er hann að horfa á síma núna? Já, veistu Og að er hann að leikast það að svari? Sko hann hlustar reglulega en Sóli. Ég held að hann veit alveg hvað er að gera. Sko, málið það gæst, við erum líka að passa við erum að ringja hann áður, sko, við erum að ringja hann kl. 5 á föstu, hann veit að við erum í loftinu, hann veit. Herru, þetta er bara, þetta er dögt, því miður. Kannski er hann samt bara upptekinn. Við náðum ekki á Sóla Hólm. En hvað Var að fá SMS? Varst að fá skilabóð? Ok, wow, ég hef aldrei af stressaður að opna eitt SMS. Er það strax æfuminni? Er þetta frá honum? Já, ég sá bara Sóli Hólm. Er það strax búin að senda? Já, það er búin að senda. Hvað stendur? Ok, ég ætla að lesa þetta. Sælgilsari, náðu ekki að svara, er á viðskiptafundi. Þetta er lígi að ég sá hann út á landi, sko, ok. Kannski er hann út á landi á viðskiptafundi. Já, það er kannski. Sér segir hann að maður sjá, ég var spólmundur núna í vikunni og eins og þjóðin veit, ekkit eðlilega gráður síðustu helgi, en það geggju helgi. Yfir 20 gráður á sunshine. Ég sá einmitt Gilsi að þú skellti þér í lónið. Vonandi var gaman, segir hann. Já, mjög gaman. Thank you, Home Father. En ég get ekki verið að ljúga. Hversu langt SMS er þetta? En ég get ekki verið að ljúga þjóðinni. Nei. Býtu hvað? Hvað er gangi? Hvað eru? Hvað, slæma fréttina? Hvað er gangi? Þið viljið ekki heyra þetta? Nú Hvað er bara, þið viljið ekki heyra förum bara í lag, þið viljið ekki heyra núna sem Sóli segir. Nei, hvað senda þér? Hann segir síðan, já, ég get ekki verið að ljúga þjóðinni. Ég er þristur í dag. Nei. Þetta grínast í mig. Þristur í dag? Og hann segir, ég vona að ég fá ekki þjóðin á móti mig, Gilsari, en ég er sól í Hólm, ekki rigning Hólm. Ég er ekki gráður þegar það er rigning. Það segir hann.
Er hann þristur? Endur takt þetta eins, hvað sagði hann? Hann sagði ég er sól Já í hólm. Og hvað Ekki rigning Ekki rigningholm Það er rigning núna Hann segir ég er ekki gráðugilsari þegar er rigning. Já, þannig að hann er ekkert græður í dag Og síðan segir hann sorry kveðja Sóli Hólm artist previously known as Spóli Hólm. Þetta er besta SMS sem gilsarinn hefur fengið. Artist previously known as Spóli Hólm. Nú ætla ég bara heim. Sagði hann þetta? Að senda hann þetta, maður sjá Þetta er auðvitað eða neitt að senda þetta stund ekki vera Ég ætla að fara, ég ætla að skella um raustur helgina. Það er dött. Já, það er dött, já. Ég var að sögja sem að fara vestur, það er dött líka. Og líka þú veist, hvað er mikið að liði núna? Að kemta bænum, að taka hambrensubeyju í bæinn aftur. Sko ég ætla út að borða ykkur, ég hættu við. Sko málið það, Grettarinn Sóla er að hafa bara áhrif á efnahægin í landinu. Þetta er í fyrsta sinn sem hann er svona lág. Já, hann er aldrei við þristur. Það var 9,5 í síðustu viku. Já, þetta er líka margir sem ætla að eiga ágætt helgi sko. Þetta er að draga svolítið niður bara stemmingunni eða. Já, ég er bara langar heim núna sko. Það klukkutíma eftir á þetta sko. Já, við þurfum bara að koma liðin í kýrin. En núna það sólar ég sig í gang sko. Þegar þú veist gæti hann einhvern veginn sendir kannski SMS í kvöldið og morgun eitthvað verður honum betri. Ég veit það ekki. Ég meina, ef þetta er bara út af sól, hvað verður það bara næstu 9 mánuðir hræðilegri? Nei, menn eftir með eitthvað ráðferðan, hvernig getur hann pumpað sig upp eitthvað með? Já, ég meina, þú veist það má ekki vera svona tengdurinn á veðrið sko. Nei. Skilur þú veist. Þannig að hann heitir þetta Sóli Hólm, hann heitir ekki Rigninghólm. Sól, strik, Hólm. Hann er ekki Rigninghólm sko, þetta heldur góða punktur hjá hann. Hörðu, þetta var dagskrárliðurinn. Þetta eru slæma fréttir. Þessum graður í Sóli Hólm, en já, mér var bent á það en daginn að ég hef aldrei spilað eina af mínum uppáhaldshljómsveitum í FM 95 Blöð. Og hún er íslensk, nei, hann var ekki Creed. Og ég fíla hann á sínu tíma. En það er hljómsveitin Jet Black Joe. Og þetta lag heitir Starlight og er gegn. Hlaðvar FM 95 Blöð. Þetta er fyrir að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957 og já, ég auglisti inn á Instagraminu hjá mér í morgun, þá var ég að biðja fólk að hjálpa mér með hvort myndur fyrir ekkar og þá voru nokkri sem voru líka að senda inn liði sem við vildum fá aftur. Já. Og það er alltaf gaman fyrir að hlustendur eru að tengjast, að nota samfélagsmiðlan í það. Og það eru nokkri búin að biðja að grípa fram í. Já. Dagskalið sem ég Sveppi voru með sem heit grípa fram í. Gamli góði. Já, Sveppi var snillingur í hún. Já. Eigum við að prófa hann? Já, gera það. Ok, ég er að sjá hérna, það er verið að auglýsa eitthvað. Ég veit ekki, sérðu, þetta er eitthvað svona Ford eitthvað. Þetta er eins og sjúkrabíl. Já. Eða eitthvað, ég veit ekki hvað þetta er. En þú ætlar að taka þetta. Ég skal byrja, þú tekur svo eftir mér. Halló. Já, góðan daginn. Ég er að hringja einn út af Ford-telum, ég sá hann þetta í bændablaðinu. Já. Ok, hann er flottur. Hann er rosa, er hann vel farinn? Hann er mjög góð. Það sýnist það svona myndunum hans í góðu standi, já. Hvað er þetta að leita, hvað er hann kerður, segirðu? 194. Hvað viltu mikið fyrir hann? Já, ég myndi alveg því að ég sé að hann er í góðu standi, sko, maður sér það alveg strax á myndunum. Hvað er þetta aftan á honum? Hvað er þetta eitthvað hús þarna svona aftan á? Þetta er rosa fallið, hvað er hann kerður, segirðu? Ég sé það loftbúðafjöðrun. Hvað árger er bílinn? Hann er svo rosalega nýlegur eitthvað að sjá. Er hann ný bónaður og spröytaður? Nei. Hann virkar þannig. Hann virkar alveg í toppstandi. Við erum búin að leita svona bíl í og konan sko. Er hann ekki fjórhjóladriðin? Jú, þeir eru alltaf fjórhjóladrið með þessir, þeir ekki. En hvað er þetta upp á hann? Er þetta síranur? Þetta litla, hvað er þetta? Það eru svona einhverju 4 litlir. Hvað er það upp á? Ég er að horfa á myndlabla núna, ég og konan hérna. Konan í Kolfinna. Við, okkur hefur alltaf dreymt svona bíl. Já, það er hérna. Hvað er þetta standur í bænum? Hvað segirðu? Ég bjó einu svona á Blönduósi, núna er ég í bænum. Ég er fluttur í bæn. Þannig að, er þetta að koma að skoða hann? Já. Hvað ert þú? Er bíllinn í bænum? Já, ok, þá var ég gamla að koma að skoða hann. Já. Það er rosalega fallegur. Það er gott mál. Eyðir hann miklu? Eyðir hann?
er ekki svona gamli bíla þegar allt svolítið ekki. Man er svo hrættur alltaf með þeir eyður svo miklu, þá voru svo dýrt að vera á þessu. Kolfinn og kona mín, hún er allavega mjög stressuð við því hvað þetta eyðir, af því að þá var man alltaf að kaupa bensín og fatta það. En því get alltaf ekki að vera að dæla á hann eitthvað svona, að eyða pening í það, skilur. Annars er Kolfinn að frábær, hún er þetta við hliðina á mér. Viltu eitthvað tala við hana? Nei, upp á bílinn? Nei, Viltu tala við Kolfinnu? Nei, ég þarf þess. Kolfinna, tala hans við henni bílinn, eða viltu að vita eitthvað? Vil hann tala við henni? Já. Halló? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Er bílinn að eyða miklu? Nei, það myndi nú ekki telja, sko. Ekki með dísilbílar. Já, en hvað, er þetta eitthvað gamall lögreglubíll eða? Nei, bara sjúkrabíll. Já, en hafa þá ekki verið eitthvað alveg slið, eitthvað döðsföllarnattur í það? Ég veit það ekki. Þú veit, áttu þú ekki bílinn? Jú. Já, ég er bara búin að eiga hann í 1 ár. Já, hvað er búið að vera að gera? Það er ekkert búið að vera eitthvað ósýlegt, eitthvað svona aðtöld til bílnum? Alls ekki. Það er ekki búið að vera neitt eitthvað að gera þarna aftur í? Ég bara veit ekki. Það er vantilega búið að vera að gera eitthvað sárum og svoleiðis, það er ekkert búið að vera eitthvað ósýlegt? Nei. Það er bara búið að ríða í bílnum? Ég veist að ég nenni ekki að spá í það. Við erum að reyna að hugsa. Þetta er Kolfinna. Ég veit, sko, þú varst ekkert að grípa fram í frón. Það var sem ég reyndi allan tíma. Nú, ég vissi ekki sko alltaf að gera það. Þess vegna er þetta grípa fram í Já, veistu hvað, ég var bara, ég vissi ekki að ætla að kalla í mig. En býttu, hefur ekki að ringi hann aftur? Nei, ringjum aftur í hann í næstu viku, þannig að hann byrjaður. Já, þú mennar, ok. Herru, þetta var grípa fram í en breyttist því bara við Steindi vorum hjón og köpa bíl. Gauti, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Létt. Það er ekkert aðeinslega fyrir. Þetta er að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og já, ef við ekki bara segja hlustum okkur að greinilega greiði Sóli Hólm sem að, já, ég ætla bara að segja að hann kemur ekkert nálægt þessum dagskalið, ég eigið semur þetta allt og hann var að senda screenshot af inboxin hjá sér á Instagram og það er bara fólk að senda og rífið í gang ekki sáttu þessi þristur. Það er basically leið að segja rífðu því í gang og vertu meira horny svo ég eigi betri helgi sko. Þetta finnast það sem ég sé, það var einn sem að skrifaði bara rífðu því í gang og hann er eitthvað að landa að skoða bara hvað rífðu því í gang. Það var einn sem sendið mér einhver strákur sem hætti haldu ammali sitt helgina sko. Sóli var þristur sko. Já, Sóli er þristur en svo eru menn eins og bara Ívar Guðmund sem að reyndar, ég talaði um það áður í sem þætti, hann er eins og aljákvæðast þessi bara sem ég kynst og hann sagðist bara að fara beint í vodka Red Bull og ætlaði ekki að hlusta á Sóla. Okkar besti maður. Hann var að það var verstu frétti vikunar en ætlaði beint í vodka Red Bull. Já, þetta er basically með smá sóknarleik sko. Já, það þýðir ekkert að bara ef þið ætlaði að halda upp ammalegur helgina haldið upp að það. Ég myndi nú allavega að fresta því en ég myndi samt svona rífa annað í gang. Já, en svo líka kannski ef Ívar Guðmunds er að fara í vodka Red Bull að maður er alveg drukkið og ekki skemmt sér sko þannig að kannski verður þetta bara slæmt skrall hjá okkar manni ef hann er verið ammalið eitthvað maður veit ekki. Nei, ég meina Sóli þarf bara að rífa sig í gang, það er bara þannig. En það er hins vegar komið fokk maður, ég gleymi hérna Steindi. Já, hverju gleymir þú? Að ná í lagið hérna maður það? Já. Þetta er M.O.P. Já. Við erum að fara í glöggir hlustendur eru búin að kveikja á því hvað við erum að fara í. Við erum að fara í How Do You Do Fellow Kids. Já. Og strákar, ekki sjá ég ætlaði búið að vera jættilega síðust 2 föstudag. Ég er að keppa á móti MVP sem helvitis leik sko. Já, heyrðu, ég er með fleiri sigra. Strax byrjar að nota frasa unga fólksins MVP, hann er að keppa á móti MVP hann er að hitta sig. Steindi, þarna ertu enn og aftur að eiginlega bara útskýra fyrir hlustendur hvað heimskur. MVP er most valuable player sem er búið í NBA í bara 100 ár og fleiri íþróttum. Hann er kallaði geitin í þessu. Það er maður. En málið er það, hérna talandum að þú vorst að tala um að sko að innhólfið hjá honum Sóla sé að fyllast á Instagraminu. Fólk er ekki sátt. Þá fylltist það aftur á móti hjá mér hjá hlustendum út af hlustendum, þeir eru að senda okkur frasa. Já. Og það er svo margir frasar þetta að við verðum eiginlega bara að fara að keyra þetta í gang. Þú hentu í það er engin trailer, en þú færir lagið. Já, settu sleðan upp. Já, hann er kominn. Settu sleðan. Heyrðu. Hafðu þetta hátt. Þetta er miklu betra en trailer. Þetta er geggjað. Þetta kemst maður í gýrin. Trailerin er enda geggjaður. Það er svo miklu í gangi. Og hætta!
Ég er bara komin í gírinn. Hello kids Föstudagur 28. ágúst 2020 Þetta eru 5 spurningar eins og alltaf. Það var jafntefli í síðustu viku. Þannig að það er spenna í loftinu. Já, Ég myndi segja það. ég er til í það núna. Já, þú ert klár og þetta eru 5 spurningar eins og alltaf og ég ætla að byrja á mjög vinsælum frasa sem er mjög vinsæll og hjá The Youngbloods og hann er ábyrjandi á Twitter Ok. og hann tengist, ég ætla að fá aðeins að útskýra hann. Þetta er basically þannig að unga fólki er að tala um að borga kúlu fyrir bjór. Þú fer að bar, þú borga kúlu fyrir bjór. Þá ætla ég að spyrja, hvað kostar bjórin í íslenskum krónum eða þú ert að borga kúlu fyrir bjór? Ég veit þetta. Veistu þetta? Auðun Blöndal. Hvað kostar hann 1000 kall? Það slettu 1000 kall, það er hárrétt hjá þér. Auðun Blöndal, Egill út svo á verðinu. Komin 1-0. Já, Kúla fyrir bjór. Kúla? Já, það er talað um Hvað er þá 1M hjá þessu krökkum? Já, ég veit það ekki. Ef þú talar um að þú sko krakkandi, The Youngbloods er að tala um herru, ég verði að kíka þennan pub af því að milli 5 og 7 er bara þú getur fengið bjór fyrir kúlu. Já, ég veit það. Sem er samt spáð í því. Það er spes. Bjór á bar er þannig að vera ódýra þegar hann kostar 1000 kall. Já. Það er eitthvað sorglegt. Ja, það er ógeðslega sorglegt. Já. Bjór á að kosta svona 300-400 kall. En Ég vil segja 300-400. Venjulegt fólk kallar 1M kúlu. Já, já. Ekki 1000 kall. Nei, The Youngbloods Nei, við erum að tala um úlingana hérna. Get into character. Þú veist hvað Það dagsfælið er þetta þessi ríku einstakara múlingar. Þeir eru ekki til það. Já, þeir eru sjálfsíðir hérna á Íslandi. Það er kúla fyrir bjóri 1000 kall. Þá er það næsti frasi og hann er helviti skemmtilegur. Ég er búinn að segja ykkur frá pause. Það er piece of shit. Ég er búinn að segja ykkur frá all pause, all piece of shit. Og meira segja, í síðustu ykkur þá fórum við frasan G-O-pause sem er gambling old piece of shit og það er komið nýr frasi. Það er nýr pause. Djúvöld er mikið á þessu pause. Já, það er verið að vinna svo mikið með pause. Ok. Pause er grunnurinn. Svo er verið að vinna mikið með kringum hann. Hvað þýðir frasin shit? Nú þarf ég smá heppni í þessu Við leik. erum búinir með old piece of shit, málega er gambling að old góða piece of þetta. shit. Childish piece of shit. Child, þetta er helvíti gott gísk það er ekki rétt. Því miður, það er ekki rétt. Gott gísk. Gæðu Það þér. eru 3 orð sem eru upp í hausnum. Chubby piece of Nei. shit. Ha? Chubby piece of shit. Chubby piece of shit. Það er G. Nei, bara Ekki þessu Nei, bara samhengi. sé-pós, þú veist. Shepos er chubby piece of shit. Yes. Þetta er mikið 1-1. notað hjá ungu kynnslóðinni. Betur við þess að það er childish piece of shit. Það er rosalega, þetta er alvöru keppni í gangi hérna. Heyrðu, þá er það hérna, þetta er þessi, já ég gleym alltaf að segja hver að senda mér, já. Svona er þetta bara, þetta kemur frá Sindra og þetta er mikið notað á Akureyri. Hann segir að allir á Akureyri sé að nota þetta. Þegar þið eru núna, ég myndi segja núna bara við ykkur, frasinn, bara guys, kúplið ykkur aðeins, Auðun Blöndal. Bara róið ykkur Það niður. er árið, það róið ykkur niður, Það er svo léttur, kúpla sig niður. Kúplið sér niður, kúplið ykkur. Helviti, Þú réttir ekki eins og upp hönd. Þú varst ekki með höndin upp. Ég hægði mér hann. Já, þú varst alltaf hægur. Ég er bara málið blöð snegri. Þetta er nota mikið á Eðlilega Akureyri. snöggur. Hann sagði bara, allir á Akureyri notar þetta, bara kúplið ykkur. Ef einhver er æstur, kúplaði. Róaði niður. Herru, það er 2-1 og það eru 2 spurningar eftir. Þetta er fáralega spennandi. Þá er að næsta. Ég ætla að segja þetta sé á sama level og kúplið ykkur. Þetta er smá, fyrstu kemur fyrstu fær sko. Hvað þýðir frasinn að láta jumpa sig? Það er Auðun Blöndal. Koma sér í gang. Hann veit að jumpstarta sig. Það er ekki rétt. Gott gísk, ekki rétt. Láta jumpa Að láta jumpa sig. Þá þegir þú bara náttúrulega. Já, nei, já, þú veist Já, þú búin að spyrja spurninguna. spjalla. Bara svo málglaðin. Nei, ég er bara að segja, þú veist, ég segi bara þetta er, eins og hún er Að jumpa sig. Já, að láta jumpa Er það ekki bara, þú veist, þegar þú ert bara lamin á hans að veita á því það? Jú, að ráðast að það er að veist að Þegar maður er jump. Það er 2-2 Big jump, það er 2-2 Yes! Goddammit, það er á síðasta Nú spurningin þarf ég að vera extremely quick því að Þessi- blöð er fast motherfucker. Ég veit það Og þessi hérna, hún er rosaleg Hún er rosaleg Hvað er með hana? Hún kemur frá Húsavík, það er Birnir sem sagt Húsavík.
Það er ekki Eurovision bæri? Ég fór á Jæja Dingdó barna, besti bar sem ég farið á æfum Nú, þú sagði ekki eins og nefnt að setja upp skiltið þar Já, þetta var ekki skiltið og ekki klósett en það var svona hell of a goddamn bar Já, og þetta geti Þú sagði um þetta var eitthvað blankasti bar sem þú séð Það var bílskúr og það var ekki skilti Þetta var samt geggjaði bar, ég var í stuði Ég get lofaði því að það hefur einhver lent í þessu og þessum bar að vera að díla við þetta vesen Þetta er frasinn, hvað þýðir frasinn? Að vera með súpu í klofin á sér Það er Auðun Blöndal Það er bara að vera með liðnan til Það er liðnan tillingina Það er með súpu Þvílíkur sigur maður Og ég er með geggja lag líka sem tengir þetta Það var svo nennosett 2 fyrir blöð Já, ekki breykið hann í þessu Það var talað um að þá var sólið sér þristur Þá ætla að rífa Guðmunds, hann ætla að rífa sig upp Flestir ætla að rífa sig upp og ef þið dettið ekki í gírið með þetta lag þá er eitthvað að ykkur Það er bara jam í kvöld Við hlustum ekki á sóla Hlaðvar FM 95 Blö Fyrirlusta FM 95 Blö hér á FM 957 Og það er komið að dagskrálið sem að er nýrafnálinni Þetta er nýjasti dagskrálið Hann er komin af, hann heitir Ufsulunni S Nei, fyrirgjöð Hann heitir sko I S Ufsulunni O D Þetta er skamstöðunin á I suck your dick Þetta er dagskrálið I suck your dick og mér er alveg saman hvað skamstöðunir Ég var að finna þetta núna Já, frábært Þetta er komið nafnarlega Og sko, þetta er svolítið þinnlið Hvað er það hringi? Ég var að spá í sko Við erum búin að taka vestæðin Ég er til að kvíla þau og fara núna í jafnvel eitthvað solid svona svona innramarabúð Þú veist að þá ertu að heyra í sko málega það, trikkið því svo að heyra í eiganda búðarinnar því að þeir vilja allt fyrir því gera sko Já, sko ég er með innrömmunin á króknum sko Ég get ekki betur að fara í þetta Ég hlakk svo til að einhver svari og ég fæ að segja please, I suck your dick Erstu tilbúin? Ég er klár Ok, komið númer hérna Halló Já, er þetta innrömmun hjá Sværi? Já Sæll og blessaði meistari Hákon heiti ég er nú fastakúri hjá þér og komið með nokkra myndir hjá þér til þín þetta Sæll Ég startur á Blöndósi Já Herðu ekki, nú er ég búin að vera svo slappur ekki er fræðilega möguleiki ef ég sendi þér ljósmyndir á maili að þú getur valið fyrir mig fallegan ramma og droppa þeim til mín og ég geti borgað ekstra fyrir það Hæ? I suck your dick sko Hvernig ætlar að koma mynda hún til mín? Ég myndi bara senda þér á mailið Gerðu það, I suck your dick Ég prenti ekki I suck your dick maður Hæ? Særi, gerðu það fyrir mig Nei, því meður, ég get það ekki Gerðu það, ef ég sendi myndirnar og þú myndi prenta þér út og sendast með þér ég myndi borga bara ekstra fyrir það og ég myndi líka suck your dick Herðu, því meður, þetta bara Særi, þú er að gerðu það fyrir mig I suck your dick maður, I suck it sko Herðu, ég bara er ekkert í svona lögu Særi, gerðu það fyrir mig ángriðs, ég etaði reistu Særi, ég gleipa hann á þér I suck it, Særi, gerðu það fyrir mig Herðu, ég nú ætlum ég bara að leggja á Særi, hlustaðu en ef þú myndi velja bara að ramma fyrir mig bara svartan við að ramma og ég myndi láta prenta þetta fyrir mig þar að þú fengi bara rammin bara rammin ég er bara með mikið að gera Særi, ángriðs, gerðu það fyrir mig Særi Það er illa farið með króksað það Jísus, þetta er mitt fólk Ég var rétt að byrja Hvað ætlar að segja meira? Ég ætlaði bara að segja honum að ég myndi þú veist Myndi hvað? Þú spúnt tala ætlar að geta honum eigast Ég ætlaði að segja Ég veit ekki meira en dagskvili Ég ætlaði að segja þetta Ég ætlaði að segja Særir, I will sip you I will grab your penis I will suck it Spyndu fyrir skelltala á þetta var að suck your dick Dagskarinn að steinda eða veikvað mótónum og heyrið í honum Nei, já, við erum segið saman Nei, ekki segið saman Hlaðvar FM 95 Blö Blinded by the lights Þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og já það, við skoðum með dagskaralið sem að Við fæðumst mikið Já, og ég ætla hann eitthvað kvartundan síðast hann sé alltaf að koma setna og setna á dagskrá Já, ég meina nú búið Kóplambi 17.32 sko Það er yfir 16.20 sko Nei, hann var oftast 16.50 Ídónum
slow and steady out of the goddamn show. Nei, Það gerast þegar allt í þetta horfið. alls Nei, við megum ekki halda það illa að dagskráliðir sem eru síðasta hálftíma séu síður en aðrir. Nei, bara Langt þú veist, hann frá. að kúpla og svona hægt og bind út, ég veit ekki hvað blöður að gera, sko. En það með þess að komir óvart í samkvæmtum að hlustanatölur. Það meiri hlustan á milli 5 og 6 heldur en 4 og 5. Þannig að Já, alltaf það verður öfugt. já, það held ég reynda líka. En það komið að spurningkeppni Gilsarans Yes. og hvað var áttu King of Animals? Já, ekki? bara þegar hver er meiri dýravinnur. Já, Ég alveg til að vinna það. Ég dýravinnur sko. þetta hljóma mjög vel á blaði. Já. Og sko, þeir eru báðir dýravinir, myndi ég segja. Já. Þannig að sko, ég er forvitin og ég stuðla þetta 50-50. Ok. Það er 1.80 á blöð Já. og það er 1.80 á Steinþór. Ég myndi 1.80 á mig, 2 á Steinda. Við náttúrulega, já sko ég veit ekki, við höfum báðir átt gæludýr í gegnum já. tíðina, við erum aldnir upp í kringudýr. En okkur þetta verður aldrei það. Þetta verður ekkert eitthvað þykir vænt um hunda. Nei, það er ekki fræðilega. Byrjum Það þetta er bara. fyrsta spurning. Hefur það farið á hestbak? Já. Ok, punktur á Blondell og punktur á Stoney. Ekkert eðlilega gaman að fara í góðan reiðtúr. En hafði ekki bara verið mökkaður í? Fleil og, jú, maður er Varstu verið edrú á hestbaki? Nei, ertu ekki geðugur. Ég get ekki sagt að mér að finna, ég var eiginlega svolítið hrættur allan tíman. Já, ég hef Satt alltaf frá Söðakróki? Þegar ég fer á hestbak þá byrði ég bara einhvern eldgamlan hest. Já, sem er engar bara- ákveð, sem minn hestur eltir var að bara. deyja, sko. Og það er bara rólegur. Og Ég fekk bara það að fá töfald hann. þegar hann fór að borða. Já, svona ungur, healthy hestur myndi grýta Já, það á ég toucha það ekki. 0-1. Nei, Ég er ekki skaffir einhvern til sóma þegar að kemur að hestum, ég veit ekki hérna. Það er ok. Hefur átt hund? Já. Já. Báður átt hund? Já, Og þú ekki var að passa ykkur hund að það? Snoddas Ég var að passa og Pilla Perlu, og- já. Ég veit ekki gætlega að passa hund, sko. Nei, ég átti Snoddas og ég hef átt 3 hunda. Gandhi og Gandhi? Síbu. Já. Týra króknum, og Bensi. Ha. Allt á króknum. Nei, Snoddas var á króknum, Gandhi var í Breiðholtinu, í Yðurfellinu og Síba var í Svíð. Það var vesen á Snoddas. Hvað er allir þessi hundar í dag? Út í sveit. Já. Frétti ég allar sem krakki. Já, 2-2. Já. Hefurðu átt hamstur eða hund eða önnur dýr en þau eru mysteriously horfin? Nei. Já, ég gert það. Hann var ekki punktur í það. Það er ekki dýravinnu, hann lætur hamsturinn og hundana sinna hverfa. Nei, þetta er mysteriously. Svolítið skrítið mest endaðan og hellinga dýrum sem alltaf hverfaðu, sko. Það er stemming, sko. Þá lít ég var punktur en ekki hann. Hvað varð um hamsturinn? Ég sko, máli, ég átti hamstur sem hétt Jóhann Berg, sko. Já. Og hann var svo leiðilegur, Hættir sko. alltaf að tala um hann. Já, sko, nei, hann var bara, þú veist Settist á hann? Nei, staðan var þannig. Það hefur verið Það verið döður á nanosekundu þar. Já, Það var sett honum. Það hefur verið þægileg döðdæði fyrir Ég keypti hamstur til að róa dóttir mína af því að hún vildi dýr. Varst það góð hugmynd? Hann beit hann í puttan. Hann var bara vakandi á nóttinni. Hann var hundleðilegur. Það hafði enginn gaman að Hann var ekki punktur Nei, byrju, þetta er ekki dýravinnur. dýravinnur. Ég var að segja þetta við klippara minn. Hann var að klippa mig. Hann Halli, minn besti maður. Hann var að klippa mig. Ég sagði verið hamsturinn svo leiðilegur. Og hann bara bauðst til að taka hann. Hann átti 9 ára dóttir sem bara, ég ekki bara taka hann og dóttir mig hann. Ég bara veistla. Þannig að hann er bara feskur í móspenn. Hvor fæst þig núna? Er hann á lífi? Hann á lífi, já, hann á lífi. Og hann er skýrður í höfuð á sinans Pétur Jóhannsberg. Sko, ég ætla ekki að gefa neinum punkt hana. Nei, Hver á spurningin? Akkur fæ ég ekki punkt? Næsta spurning. af því að dýrin deyja kringu þú átt að vera dýravinnur. Elskaru ekkert meira en dögi? Sluta að koma ykkur. Það var búin þess að heldur þetta eitthvað. Já, Elskar ekkert meira það? Jú, ég elska helling meira heldur en Dagi. Það verður bara viðkennast. Já, Doggy er ekki nummer 1 í lífinu hjá okkur fyrir. Við elskum bara mjög Það væri rosa skrítið líf ef að ég elskaði ekkert meira en Dagi. Þið viljið punkt þarna, sko? Nei, Nei, við viljum alls ég er góður sko. Þetta er þægilegu punkt. Já, Ég ég segja bara já, ég elska ekkert meira en dögi. Við getum ekki gefið það. Segðu það bara, Stendi. Ég mun aldrei segja upp áttur fram að já, ég elska ekkert meira en Dagi. Þannig að ég vil ekki 2-2. Já, Hvað átt að gera ef snákur býtur þig? koma eitrun úr. Þú átt að sjúga sárið. Og þið eru gætið mér í þetta, sko. Þið eru gætið sem eru bitnir og drepist kortir. Nei, ef Hvað á maður að snákur gera? myndi býta þig þá myndi ég sjúga eitrið úr þér. Er það ekki þannig? Og Það er í bíómyndunum. Það er í Rambo. Það er í bíómyndu það. Þú ert að Hvað á maður að gera? taka upp síman, taka mynd á honum, fara upp á spítala, sína lækninu mynd af hennum, þá veit hvað snákur þetta er og fara mótið þér. Já, ok, en þú veist að það eru snákar sem dreipaði bara á nokkru mínútum eða ekki?
Nei, þú ert alltaf að fara upp á spítala. Taktu mynd af fokki snáknum og fara upp á spítala. Það er flókið það. Jæja, ok. Engin punktur. Ég held að maður geti dáið bara 5 minútur. Gómur ekki einn tvend. Reynir að sjúga eitrið út og þannig horfð sá það í Rambo. Já. Eða reynir að berja snákin og fara með hann upp á spítala og er bitinn 20 sinum í leiðinni. Já, ok, það myndi ég aldrei gera. Ég myndi hlaupa frá hann. Ég myndi sjúga eitrið. Ég myndi fara í það. Þetta er ljósmynd en það er 22. Hefur þú getið titling? Hvernig getur þetta tengst hérna að vera dýravinnur? Ég er bara, hefur þú getið titling? Hvað gerir það við að King of Animals? Ég er að tala snjótitling og þúutitling og vinsæla fugla. Og við áttum titling í Bólivíu, veit ég. Já. En það var reyndar Bull's penis. Hafið þið getið titling? Bull's penis, já. Það er þjóðarréttur í Bólivíu. Já, við hef getið nautatitling, sko. Já, en ég verð að tala snjótitling sem er fugl. Nei, ég hef ekki borðið það. Nei, snjótitlingur er nafnið af fuglum. Ég veit það. En hann er að spyrja hvort að við hefum verið að sjúga snjótitling. Nei, ég veit hann að hann er að spyrja hvort að geti dýr sem heitir snjótitlingur. Það er ekki fræðilega möguleiki. Ég er ekki að tala að geti penisin og snjótitlingum. Bara geti snjótitling. Geti snjótitling? Máða? Er það friðað? Ekki hugmynd. En við höfum báðið geti Bull's penis. Hvað er maður að fokkin finna snjótitling? Get ég gefið grænt á... Hvernig getur ekki gefið punkt fyrir að þú spurðið að við geti titling? Við svona já. Ok. Þetta er mjög spes keppni. Og áttu þið lim á nauti? Já. Hvernig var það bræðið? Já, viðbjöður. Það var einhver súpa og ógæslegt. Súpa með titlingi? Ekki farið til Bólivíu, allavega ekki Las Paz. Ég fer aldrei á það. Ég mæla ekki Bólivíu. Bólivíu var ræðilegt land. Við settust ekki á veitingastað og herðu, mér langar í þetta var áskorun eða eitthvað fjandinn maður. Þetta humarsúpa er good shit sko. Já, við gáttum ekki fengið okkur það. Ekki titlingasúpa. Nei, þetta var, já, áfram. Þetta er enga fréttir á okkur. Hefur eld Gellu í kringlunni like a goddamn animal. Ég var að frúða hvernig kemur að dýr like a goddamn animal. Ói, Steindur komast yfir hérna maður. Alls gott í sjálfur. Ég veit samt ekki hversu oft ég á að segja þetta við þig, af því ég er búin að segja þetta svo oft. Það er eins og náir ekki að tróðis inn í litla heilanæður. Ég eldi ekki neitt í kringlunni. Ég eldi engan. Varstu að gera like a goddamn animal? Ég gekk upp að stelpu í kringlunni, ég elda hann ekki kringlunni. Ég á ekki að fá punktana. Það sem kom mér mest óvart við þessu sögu á sínu tíma er að þú varst, það var bara í síðasta föstudag ekki. Þú varst blái edrú. Já, þetta er ótrúlegt. Ég held að það er ofurölu sko. Gert það í marga vikur eftir sko. Hvað meinið? Það var bara Pepsi Max sko. Eins og ég segi, málega, ég átti... Hvernig getur þið verið edrú í svona hefðun? Af því að ég átti að þetta, ég var ekkert eðlilega lélegur. Nei, já, jú, örgulega. En ég var ekkert eðlilega lélegur einhleipu náungi. Og ég, eins og ég segi, á mínu einhleipa ferli, þá reyndi ég við 2 stelpur. Og það var stelpan í kringlunni. Og svo var það stöðumalavörður sem sagði nei við mig bara þegar ég var... Reytir þau stöðumalavörður? Já, ég var sem sagt sko, þá var ég... Þá er þau velgaraður. Nei. Reynir ekkert stöðumalavörður á þess að vera alveg sko... Hvað meinar þau? Má ég segja það? Það er svona síðan til síðan. Bara reyna af allt einhvern veginn sem er heim á bænum. Hann er stöðumalavörður. Nei, ég fekk sekt á bílið minn. Ég sá mannesku... Og ég varst að reyna að taka svona bíómyndamúf. Reynir að ríða þig úr sektinni. Hvað er að gera? Nei, ég var ekki að því. Við þurfum að ræða þetta allt meira. Nei, við þurfum bara ekki að ræða þetta. Ég segir þetta. Ég menn ekki að segja þetta. Ég ætla ekki að segja þetta. Nei. Ég verð að heyra þetta. Nei, ég ætla ekki að segja þetta. Þetta segir mér að ég ætla ekki að segja þetta. Nei, ég ætla ekki að segja þetta. Og skellt honum á rúðuna. Hrækt á miða. Í hvað heimi býrðu? Hrækja á miða. Og setja framrúðuna. Þú skellti á framrúðuna. Og þú reyndir að gera það niður þess að losna við sektina. Það var rosalega ég heist. Ég var ekki að því. Ég ætla ekki að segja það. Var þetta kringutímabölu? Nei, kringutímabölu. Jú, þetta var undir á því. En ég ætla ekki að segja það. Ákveður gintust ekki þessu stund. Fokk, ég ætla ekki að segja það. Ég verð að heyra þessu sögu. Ég tegur að milli fara að kæsla að heyra þessu sögu. Please, segðu mér. Nei, það er bara ekki fræðilega möguleiki. Ég ætla ekki að segja þessu. Hvernig staðan ís?
Það er 4-3 fyrir steinda. Fekk hann punktur í kringluna, like an animal? Já, auðvitað. Já, ég bara, akkur fekk ég punkt, ég held hann ekki. Sko málið er það. Og segja ein spurning eftir. Ég geti jafna. Þú getur jafna. Getur þú, á þínu mati, ná góðu tempo í beddanum eins og kanína? Já. Punktur á blöð. Já. Ok, steindi, ertu latur, son of a bitch, eða getur þú ná alveg tempo? Þetta er svo ógeðslega Ég þarf að já frá þér. Þú ert victorious, þú ert king of animals. Og ég ætla að heyra Ég er bara í Hætti að benda Ég ætla að benda á steinda. Segðu já og þú ert victorious. Þetta var hótun, þetta var ekki, þú varst ekki að byrja með að segja já, þú varst að segja með að segja já. Segðu já. Að geta hvað? Ef þú sé hann leið og ekki með lag á Geta hvað? Ég heyrði ekki spurninguna. Getur þú góðu tempo í beddanum? Svo kanína, alveg tempo. Alveg tempo? Svona gott tempo. Já, ég myndi örgulega geta Punktur á Steindór. Þú ert king of animals. Já, frábært. Ég hefur óskæði til hamingju með þetta steindi, maður. Þú ert reyndar ástæðan fyrir að king of animals þegar því þú eldir ykkur að gíða kringlunni svo an animal. Já. Herru, fjöldin á vaka. Bötti, Steindi og Gils í FM 95 Blö. Alla föstudaga. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Hárið það er Túborg Léttöl og Keiluhöllin sem færi ykkur FN95 Blö. Ég gæti verið að fá mér eitt Túborg Léttöl og eftir þryggin heim. Já, sveimi þá. Rífa flippana einum í ísköldu. Gott að skilið. Já, Ég hef aldrei séð eftir neinu jafn mikið og hafa nefnt stöðumalvörinn. Já, Þetta stemningi var núna meðan lagið var í gangi í stúdíónu. Mér líður þess að sé yfirist. Ég ætla ekki að segja orðið. En af hverju aldrei sagt okkur þess að sög? Af hverju? Í fyrsta lagi var ég bara munana og í öðru lagi bara ég ætla aldrei að segja það. Hann sagði að kringlusaða sín væri á tímabila þegar hann svo lélugur reynir og stelpur. Þá mundan stöðumalvörðin sko. Já, þetta er svona saga sem þetta er löngu búin að þetta er ekki eðalega gott. Ég þarf að útskýra þetta spytur. Aldrei. Það er ekki að vera að gerast. $25? Nei, ekki séns. Þetta er bara dött. En við eigum eftir kassit. Ég hugsa Sturlaðar komist ekki eins og aða í dag. Herru, og ég með myndir fyrir kass í dag og sko, strákar, ég vandaði með þess að því þú raunaði reymi síðast. Já, það voru ekki góður hjá Þið fannst að vera barnalegar. Þannig að ég ákvað að hafa þetta núna. Þú veist, þær eru, mér langar að vita þetta um ykkur. Ok. Og nú er ég ekkert að grínast. Ætlum við að fá trailera beint í þetta? Beint í þetta. Ok. Fyrsta spurning í myndir fyrir kass. Hún hljóma svona og ég, strákar, veltiði steinum. Ekki fara að hlaupa yfir þetta. Ok. Stundum er bara létt að svara, stundum ekki. Já, ég held að þessi sé alveg smá challenge. Mynduðu stopna TikTok-reikning og sinna honum daglega fyrir auka 500 skall á mánuði? Já. Af því að ég veit að við höfum allir rætt þetta. Mér finnst afsnæðilegt að Will Smith sé á TikTok. Ég veit það, og við höfum rætt þetta bara í útvarpinu að þegar menn eru orðnir hérna á okkar aldri að vera eitthvað að TikTokast hérna, bara það er hallærislegt. Það er að vera sko. Þetta er ekki margir okkar aldrei með TikTok. Ef ég fengi auka 500.000 á ári á mánuði þessi, þá var ég. Ég sagði líka sinna daglega. Þú væri að dansa við Miley Cyrus lögin daglega, búa til dansana. Og það er að vera premium content eða. Ef þetta maður bara lélega content, bara sett eitthvað inn og það sökkar, þá þáttu bara að gefa okkur $500.000 fyrir ekki neitt. Ég veit og en ef það er að metnaður í þessu, þá fer tími í þetta. Já, ef þú myndir ekki setja metnaði, það væri nú fljótt, þú veist, það er bara vont fyrir því. En sko, ég skoða þetta einhvern veginn daginn eftir einhverja grein sem ég las. Það er einhverja 2 systur hérna sem er orðnar risastóri þessu, Charlie eitthvað og hvort hann heiti Dixie eða eitthvað hín eitthvað. Ég man ekki, ég held að við þekki ekki. Nei, en ég fór eitthvað að skoða reikningina. Þessi Charlie held ég, hún er alltaf dansandi og er stærst af öllum á TikTok. Og hún er að dansa og happy. Svo er systirinn eitthvað Dixie. Það sem að ég fór að skoða hennar. Hún er bara með myndalinn á sér, tekur hárið niður, gretti sig, svo er þetta búið og það er með 4 million views. Ég bara hugsa, hvað? Þú er basically á TikTok að láta þér leiðast og sína fólki frá því. Ég finnst það rosalega skrítið. Það var engin metnaður hjá systrinni. Nei, en þetta er orðin eitthvað svona sem er stór hættulegt. Það er ekkert langt í skilnaði á foreldrunum því að þau eru orðin svona social media fjölskyldaður, komið YouTube þætti og eitthvað og pappin er komin inn í þetta og mamman líka. Þetta er cash núna en þetta var ekki gaman eftir 2 ára. Svo faraðu öll í einhverja aðgerðir og byrja með einhverjum gæjum sem eru að fá hjartaðu fulla á hóruhúsum. Já, bara nýja Kardashian mennur. Er þetta ekki bara endurtekning? Jó, þegar þú segir það. En hérna, ok, 500 skall á mánuði og þið væri með metnafullan TikTok-reikning sem þið sinni daglega.
Nei, ég ætla að segja nei. Þú ætla að segja nei á þetta? Sko daglega Daglega er helviti mikið. Þetta er nefnilega hellingspeningur 500 En hvað kallar þú metnaði? Við má bara setja inn, ég að setja með hatt eða eitthvað. Já, jú, þá er það þannig og stundum ert að dansa og þú ert bara með TikTok og stoltur af því. Jú, ég myndi reyna þetta fyrir 500.000 mánuði. Þú keyrir í þetta, vel gert. En það ertu Mr. Cash. Ég meina, tekur 10 sekúndur að taka þetta upp en það er alltaf ef það á að vera fyndið og skemmtilegt sko. Já, það mætti þetta ekki vera daglega ef maður ætlaði að setja eitthvað metnaði. Það er sem erfitt hjá Stóni. Já, en þetta er líka, þið þurfa að velta steini með það. Og það er bara x margir dansar sem þú getur hendur. Nei, ég ætla að vera hreinskildi, ég segi nei. Þú ert fertugur með daglegt TikTok. Já, ég ætla að segja nei. Þú segir nei, já. Ég væri, þú veist Ég væri með, nei. Þið segir nei á þetta. Nei. Þið eru sammála. Já, þið eru sammála. Ok, þessi hérna er nefnilega svolítið góð. Þegar við vorum að tala með þetta áðan að milli laga. Okkur langar öllum svo til útlanda af því að það má ekki ferðast og það langar bara öllum til útlanda. Nú hefur engin mátt ferðast og þetta lítur bara ill og haustið lítur meira sill út. Myndu þið þiggja 20 milljónir inn á bankareikning á eftir og þið mættuð ekki ferðast aftur út fyrir landsteinuna fyrir 2025. Það eru 5 ár. 20M, það eru 5 ár. Sko, fyrir mér eru pros and cons í þessu. Ég var bara uppgötan daginn eftir þetta COVID-ógeð það er að gera þetta líka á Íslandi. Það eru luxury hotels út allt síðan ekki hugmyndum. Það eru allir saman hvað þú fer, þú getur alltaf að fara í eitthvað bað og fengið að fara en beer. Nei, samt, út með 20 miljónir næstu 5 árin bara að ferðast innanlands á dýru staðina. Nei, ég I'll take it. Því að sko, ég er bara uppgötan að gera þetta líka á klaganum. Já, ég náði að eyða bara fullt af pening í viku ferðalagi bara hérna á Suðurlandi. En að leiðilega sko, að þetta ógeðslega land þú veist, það er gott viður 2 mánuð ári og þess að gott að drulla sér á því the goddamn sunshine bara fyrir geðheilsuna. Já, en svo þarf þetta ekki, ef þú átt 20 miljónir svo þarf þetta ekki að kosta mikið. Ég var síðust helgi á Vík, vorum á Hótel Kríu sem er geggja hótel by the way, svo ég peppi það aðeins, en það var bara golfvöllurinn, það fylgir þegar þú kaupir á 9 hóluvöllur, geggjaður. Við fórum í golf, fylgdi með hótelinu og svo fórum við bara í kupp fyrir utan hótelið, það kostar ekki neitt. Við vorum bara með flösku, við vorum bara að kaupa bland og plastglös. Þú getur alveg skemmtir, þetta þarf ekki alltaf að vera bara buggies og fjórhjól. Varst ekki með kös eða var landið í þessari flösku? Nei, við vorum bara með tangerine og greip. Þetta er 5 ár af, þú veist, ekki í abagarðinum á tenni og, þú veist Takk þennan abagarð og skopla honum. Ef við fyrir til tenni núna í jólin, ég nenni ekki eins og í abagarðin. Akkur, hvað varum á abagarðin? Nei, mér langar að fyrir Siams Park og búið. Abagarðin er vel þreytur sko. Mat og abandi koma og þú gefur þeim Aba læsta inni. Boxið fyrir naggrísina. Þú gefur naggrísina. Ég gefur upp hún líka á bóksinu. Ég segi já. Blöndal segir já við þessu. Það var fastur í Íslandi fyrir 20 miljónir í næstu 5 árin. Já, þetta er basically 40 miljónir fyrir skatt. Ég ætla að segja þér nei. Þú ætla að segja nei á þetta? Ok. Ég var að fá snapp núna, ég var að reposta einhverju sem er í Miami og ég horfði að hafa snapp og ég var alveg til að vera með Miami núna. Það var 32 gráður í Miami núna. Við sendum kveðju á hana, hún er að hlusta á Hún er sótkví í 32 gráðum á Miami. Já, hann að þú veist, málega er ef að Ísland væri veist, ef þetta getur verið í júni, júli allar ásins stringi á Íslandi þegar sumurinn eru fín hérna, þá myndi ég ekki töða neitt. En ekki gleyma að eftir 1 mánuð eða 2 mánuð verður grátt og snjór og allt í ykkur okkur ógeð. Basically winter is coming. Já, svo áttu líka, það er nóg tilhjáð líka, það tengist þriðju spurningunni, það er það mikið tilhjáð að þú varst tilbúin að borga á sínu tíma 700.000 krónur á mánuði til að halda Instagram reikninginu opnum. Og þú sagði, ég man eftir, þú sagði þessa frægulínu, þú sagði hana. Lífið er basically búið að þú ert ekki Instagram. Maður slettum þessu. Þú sagði þessa lífið. Já, þú veist, var ég að ljúga ykkur að það? Og það er spurning, hvað værið þið tilbúinir til þess að borga 1,5 miljón á mánuði og þeir myndi halda Insta opnu? Nei, aldrei. Fljótt að bara, heyrðu, hann hendi beinti nei. Ég myndi ekki borga 700 til það. Nei, já 1,5 miljón á mánuði, menn væri bara inn í banka að taka yfirdrátt, bara hægri vinstri. Já, bara aldrei, þetta er sennilega einn lélegasta spurning sem ég heyrti í þessu. Já, en býttu bara, að því að við erum með mann sem var tilbúin að borga 700 ísili. En ég minna alla skömmlu vinina og fjölskyldumedlemi sem hittir ekki oft og fylgist með á Instagram sem er í rauninu ómetalegt. Það myndi kannski bara fara að reyna að hitta þau aðeins meira. Ég er með oft með frændfólk hérna og gamla vini sem búa erlendis og eru eitthvað út í raskattis, ég hitti aldrei, sem ég elska að fylgjast með á Instagram. En þú ætla að taka það að mér. En þú ferðast. Ég veit ef Egill segir já, þá er hann að ljúga þessu. Þannig að ég ætla að baka þessu saman. Við takk hana þetta og það er komið að lokum. En Egill sagði þess að orðið þetta á hann að ef þú værið ekki með Instagram
af hverju ertu þá að ferðast? Og þetta er tenni, þú ert ekki að posta því. Já, það er bara, þegar ég er að ferðast með konu minni sem er ekki á neinu samfélagsmiðlum, það verð ekkert meiri töðunni þegar ég er að setja eitthvað inn, hún bara ákveður að setja þetta inn, ég er bara að sína hverju, hvað til að monta þig. Það er svo góð lína sko, hvað er þetta bara að monta þig, hvað er gaman hjá þér? Þegar ég er Þú ert bara að leifa the fans bara aðeins að Já, maður er orðin of háður þessi, það verður bara fínt slepp. Sko, ég elska ekkert meira en að vera á tenni kannski nóf-ish og opna vísi, sjá að það sé stormur og allt í apaskít á Íslandi keirin mynda mér í sunshine með a goddamn beer. Elska. Hvað ætlar að gera? Og það myndi eyðileggja með ferðina, ég er ekki með Instagram. Nú ertu, þú veist, Það er komið að lokum hér í FN95 blöð á þessum fína föstudegi. Við þakkum kærlega fyrir hlustuna. Við verðum mættir hér eftir nákvæmlega viku, fullu bátur næsta föstudag. Takk fyrir hlustuna og góða helgi. Hlaðvarp FM 95 blöð.